Lúkas 12. Fólk hafði nú flygst að í tugum þúsunda svo að nærri tróð hver annan undir. Jesús tók þá að tala, fyrst til lærisveina sinna. Varist súrdeig farisea sem hræsnin, ekkert hulið sem eigi verður opinbert, né leynt eigi verður kunnugt. Því mun allt það sem þér hafði talað í myrkri heyrast í birtu, og það sem þér hafði hvíslað í herbergjum mun kunngjört á þökum uppi. Það segi ég yður vini mínir, hræðist ekki þá sem líkamann deyða og fá allt af því búnu ekki meirað gjört. Ég skal sýna yður hvert þér eigið að hræðast. Hræðist þann hefur vald að deyða og að því búnu varpa í helvíti. Já, ég segi yður, hræðist hann. Ekki 5 spörvar seldir fyrir 2 smápeninga, og þó ekki einn þeirra gleymdur Guði. Hárin á höfði yðar eru jafnvel öll talin. Verið óhræddir, þér eruð meira verðir en margir spörvar. En ég segi yður, hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun á mannsonurinn kannast við fyrir englum Guðs. En þeim sem afneita mér fyrir mönnum, mun afneitað verða fyrir englum Guðs. Hverjum sem mælir gegn mannsininum verður það fyrirgefið, en þeim sem lastmælir gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefið. Og þegar þeir leiða yður fyrir samkundur, höfðingja og yfirvöld, hafið þó ekki áhyggjur af því hvernig eða með hverju þér eigið að verja yður eða hvað þér eigið að segja. Því heilagur andi mun kenna yður á þeirri stundu hvað segja ber. Einn mannfjöldanum sagði við hann: Meistari, segð þú bróðum mínum að skipta með mér arfinum. Hann svaraði honum: Maður, hver hefur sett mig dómara eða skiptaráðanda yfir ykkur? Og hann sagði við þá: Gætið yðar og varist alla ágirnd, enginn þiggur líf af eigum sínum, þótt auðugur sé. Þá sagði hann þeim dæmisögu þessa: Maður nokkur ríkur átti land hafði borið mikinn ávöxt. Hann hugsaði með sér: Hvað á ég að gjöra, nú get ég hvergi komið fyrir afurðum mínum? Og hann sagði: Þetta gjöri ég. Ég ríf hlöður mínar og reisi aðra stærri og þangað safna ég öllu korni mínu og auðæfum. Og ég segi við sálu mína: Sála mín, nú átt þú mikinn auð til margra ára, hvíl þig nú, et og drekk og ver glöð. En Guð sagði við hann: Heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð, og hver fær þá það sem þú hefur aflað? Svo fer þeim safna sér fé en ekki ríkur hjá Guði. Og hann sagði við lærisveina sína: Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufullur líf yðar, hvað þér eigið að eta, né heldur líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast. Lífið meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin. Hyggið að hröfnunum, hvorki sá þeir né uppskera, eigi hafa þeir forðabúr eða hlöðu, og Guð fæðir þá. Hve miklu mun eru þér fremri fuglunum? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið spönn við aldur sinn? Fyrst þér nú orkið ekki svo litlu, hví látið þér allt hitt valda yður áhyggjum. Hyggið að liljunum, hversu þær vaksa, hvorki vinna þær né spinna, en ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo grasið á vellinum sem í dag stendur, en á morgun verður í uppkastað, hve miklu fremur mun hann þá klæða yður, þér trúlitlir. Hafið ekki hugan við hvað þér eigið að eta og hvað að drekka og kvíðið engu. Allt þetta stunda heiðingjar heimsins, en Faðir yðar veit að þér þarfnist þessa. Leitið heldur ríkis hans og þá mun þetta veitast yður að auki. Vert ekki hrædd litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Seljið eigur yðar og gefið ölmusu, fáið yður pingjur fyrnast ekki, fjársjóð á himnum þrýtur ekki. Þar sem þjófur fær eigi nánd komist, né mölu spillt, því hvar sem fjársjóður yðar þar mun og hjarta yðar vera. Verið girtir lendar og látið ljós yðar loga, og verið líkir þjónum bíða þess að húsbóndi þeirra komi úr brúðkaupi og þeir geti lokið upp fyrir honum leið og hann kemur og knýr dyra. Sælir eru þeir þjónar sem húsbóndi finnur vakandi hann kemur. Sannlega segi ég yður, hann mun girða sig belti, láta þá setjast að borði og koma og þjóna þeim. Komi hann miðnætti eða síðar og finni þá vakandi, sælir eru þeir þá. Það skiljið ég að húsráðandinn léti ekki brjótast inn í húsið ef hann vissi á hvaða stundu þjófurinn kæmi. Verið þér og viðbúnir því að mannsonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigið. Þá spurði Pétur: Herra, mælir þú þessa líkingu til vor eða til allra? Drottinn mælti:
Hver sá trúi og hygni ráðsmaður sem húsbóndinn setur yfir hjú sín að gefa þeim skammtinn á réttum tíma? Sæll sá þjónninn húsbóndi finnur breyta svo hann kemur. Ég segi yður með sanni, hann mun setja hann yfir allar eigur sínar. En ef sá þjónn segir í hjarta sínu, það dregst að húsbóndi minn komi og tekur að berja þjóna og þernur, eta og drekka og verða ölvaður, þá mun húsbóndi þess þjóns koma þeim degi hann væntir ekki. Á þeirri stundu hann veit ekki, höggva hann og láta hann fá hlut með ótrúum. Sá þjónn sem veit vilja húsbónda síns og hefur ekki viðbúnað, né gjörir vilja hans, mun barinn mörg högg. En hinn sem veit hann ekki, en vinnur til refsingar, mun barinn fá högg. Hver sem mikið gefið verður mikils krafinn og af þeim verður meira heimtað sem meira léð. Ég komin að varpa eldi á jörðu. Hversu vildi ég hann væri þegar kveiktur? Skírn á ég að skýrast. Hversu þungt mér uns hún fullnuð? Ætlið þér að ég sé komin að færa frið á jörðu? Nei, segi ég yður, heldur sundurþykki. Upp frá þessu verða 5 í sama húsi sundurþykkir, 3 við 2 og 2 við 3. Faðir við son og sonur við föður, móðir við dóttur og dóttir við móður. Tengdamóðir við tengdadóttur sína og tengdadóttir við tengdamóður. Hann sagði og við fólkið. Þá þér sjáið ský draga upp í vestri, segi þér jafnskjótt. Nú fer að rigna, og svo verður. Og þegar vindur blæs af suðri, segi þér, nú kemur hiti, og svo fer. Hræsnarar, útlit lofts og jarðar kunnið þér að ráða, en hvernig því farið að þér kunnið ekki að meta þennan tíma? Hví dæmið þér ekki af sjálfum yður hvað sé rétt? Þegar þú ferð með andstæðingi þínum fyrir yfirvald, þá kostaðu kapsum það á leiðina ná sáttum við hann til þess að hann drægi þig ekki fyrir dómaran, dómarinn afhendi þig böðlinum og böðullin varpi þér í fangelsi. Ég segi þér, eigi munt þú komast út þaðan fyrr en þú hefur borgað síðasta eyri. Lúkas 13. Í sama mund komu einhverjir og sögðu honum frá Galíleumönnum að Pílatus hefði blandað blóði þeirra í fórnir þeirra. Jesús mælti við þá, haldið þér að þessir Galíleumenn hafi verið meiri syndarar en allir aðrir Galíleumenn, fyrst þeir urðu að þola þetta? Nei, segi ég yður, en ef þér gjörið ekki iðrun, munu þér allir farast eins. Eða þeir 18 sem turninn féll yfir í Sílóam og varð að bana, haldið þér að þeir hafi verið sekar en allir þeir menn sem í Jerúsalem búa? Nei, segi ég yður, en ef þér gjörið ekki iðrun, munu þér allir farast eins. En hann sagði þessa dæmisögu. Maður nokkur átti fíkjutré, gróðusett í vingarði sínum. Hann kom og leitaði ávaxtar á því og fann ekki. Hann sagði þá við vingarðsmanninn, í 3 ár hef ég nú komið og leitað ávaxtar á fíkjutré þessu og ekki fundið. Högg það upp, hví á það að spilla jörðinni? En hann svaraði honum, Herra, láta standa enn þetta ár, þar til ég hef grafið upp það og borið að áburð. Má vera það beri ávöxt síðan. Annars skaltu höggva það upp. Jesús var að kenna á hvíldardegi í samkundu einni. Þar var þá kona nokkur. Í 18 ár hafði hún verið haldin sjúkleiks anda og var kreft og alls ófær að rétta sig upp. Jesús sá hana og kallaði hana til sín og sagði við hana, Kona, þú ert laus við sjúkleik þinn. Þá lagði hann hendur yfir hana og jafnskjótt réttist hún og lofaði Guð. En samkundustjóri reiddist því að Jesús læknaði á hvíldardegi og mælti til fólksins. 6 daga skal vinna, komi þá og láti lækna yður og ekki á hvíldardegi. Drottinn svaraði honum, hræsnarar, leysir ekki hver yðar á hvíldardegi naut sitt eða asna af stalli og leiði til vass. En þessi kona sem dóttir Abrahams og Satan hefur fjötrað full 18 ár, mátti hún ekki leyst verða á fjötrum þessum á hvíldardegi. Við þessi orðans urðu allir mótstöðumenn hans sneyptir, en allur líður fagnaði yfir öllum þeim dýrðarverkum hann gjörði. Hann sagði nú, hverju er Guðs ríki líkt? Við hvað á ég að líkja því? Líkt það mustardskorni sem maður tók og sáði í jurtagarð sinn. Það óx og varð tré og fuglar heimins hreiðruðu sig í greinum þess. Og aftur sagði hann, við hvað á ég að líkja Guðs ríki? Líkt það súrdegi kona tók og fól í 3 mælum mjöls, uns það sýrðist allt. Og hann hélt áfram til Jerúsalem, fór borgir og þorp og kendi. Einhver sagði við hann, Herra, þeir fáir sem hólpnir verða? Hann sagði við þá,
Kostið kapps að komast inn þröngu dyrnar, því margir segi ég yður munu reyna að komast inn og ekki geta. Þegar húsbóndinn stendur upp og loka dyrum og þér takið þá að standa fyrir utan og knýja á dyr og segja, Herra, ljúk þú upp fyrir oss, mun hann svara yður. Ég veit ekki hvaðan þér eruð, þá muni þér segja, Vér höfum þó etið og drukkið með þér og þú kendir á götum vorum. Og hann mun svara, Ég segi yður, ég veit ekki hvaðan þér eruð, farið frá mér allir illgjörðar menn. Þar verður grátur og gnístran tanna þér sjáið Abraham, Ísak og Jakob og alla spámennina í Guðs ríki, en yður útrekna. Þá munu menn koma frá austri og vestri, frá norðri til suðri og setja til borðs í Guðs ríki, en til eru síðastir verða munu fyrstir, og til eru fyrstir verða munu síðastir. Á þeirri stundu komu nokkri farisegar og sögðu við hann, Farð þú að halda brott héðan, því að Heródes vill drepa þig. Og hann sagði við þá, farið og segið þeim, í dag og á morgun reki út illa anda og lækna og á þriðja degi mun ég marki ná. En mér ber að halda áfram ferði minn í dag og á morgun og næsta dag, því að eigi hæfir að spámaður bíði dauða annar staðar en í Jerúsalem. Jerúsalem, Jerúsalem, þú sem lífuleitur spámennin og grítir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan ungum sínum undir vængi sér og þér vilduð eigi. Húsið verður í eyði látið, ég segi yður, þér munið eigi sjá mig fyrr en þar komið að þér segið, blessaði sé sá kemur í nafni Drottins. Lúkas 14. Hvíldardag nokkurt kom Jesús í hús eins af höfðingjum farisea til máltíðar og höfðu þeir gætur á honum. Þá var þar frammi fyrir honum maður, einn vatnsjúkur. Jesús tók þá til máls og sagði við lögvitringana og fariseana, leyfilegt að lækna á hvíldardegi eða ekki? Þeir þögðu við, en hann tók á honum, læknaði hann og lét hann fara. Og Jesús mælti við þá, nú á einhver asna eða naut sem fellur í brunn, mun hann ekki óðar að draga það upp þótt hvíldardagur sé? Þeir gátu engu svarað. Jesús gaf því gætur hvernig þeir sem boðnir voru völdu sér hefðarsætin, tók dæmi og sagði við þá. Þegar einhver býður þér til brúðkaups, þá setir ekki hefðarsæti. Svo getur farið að manni þér fremri að virðingu sé boðið og sá komi ykkur bauð og segi við þig, þoka fyrir manni þessum. Þá verður þú með kynróða að taka ysta sæti. Far þú heldur þér boðið og setið í ysta sæti, svo að sá sem bauð þér segi við þig þegar hann kemur, vinur, flyt þig hærra upp. Mun þér þá virðing veitast frammi fyrir öllum sitja til borðs með þér. Því að hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýkir sjálfan sig mun upphafinn verða. Þá sagði hann við gestgjafa sinn, þegar þú heldur miðdegisverð eða kvöldverð, bjóð þá hvorki vini þínum né bræðrum, ættingjum né ríkum nágrönnum. Þeir bjóða þér aftur og þú færð endurgjald. Þegar þú gerir veislu, þá bjóð þú fátækum og örkumla, höldum og blindum og munt þú sæll verða því að þeir get ekki endurgoldið þér, en þú færðar endurgoldið í upprisu réttlátra. Þegar einn þeirra að borði sátu, heyrði þetta, sagði hann við Jesú, sæll sá sem neyti brauðs í Guðs ríki. Jesú sagði við hann, maður nokkuð gerði mikla kvöldmáltíð og bauð mörgum. Stundin kom að veislan skyldi vera, sendi hann þjón sinn að segja þeim boðnir voru. Komið, nú allt tilbúið. En þeir tóku allir að afsaka sig einu munni. Hinn fyrsti sagði við hann, ég hef keypt akur og verð að fara að líta á hann. Ég bið þig hafa mig afsakaðan. Annar sagði, ég hef keypt 5 tvendir agnita og á förum að reyna þau. Ég bið þig hafa mig afsakaðan. Og enn annar sagði, konu hef ég eignast, ekki get ég komið. Þjónninn kom að tjáði herra sínum þetta og þá reittist húsbóndinn og sagði við þjón sinn, far þú fljótt út á stræti og götur borgarinnar og leiðin hingað fátæka, örkumla, blinda og halta. Og þjónninn sagði, herra, það gjört sem þú bauðst og enn rúm. Þá sagði húsbóndinn við þjóninn, far þú út brautir og gerði og þrýstu þeim að koma inn svo að hús mitt fyllist. Því ég segi þér að enginn þeirra manna boðnir voru, mun smakka kvöldmáltíð mína. Mikill fjöldi fólks var honum samferða, hann sneri sér við og sagði við þá. Ef einhver kemur til mín og hatar ekki föður sinn og móður, konu og börn, bræður og systur og enda sitt eigið líf, sá getur ekki verið lærisveinn minn.
Hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér getur ekki verið lærisveinn minn. Hver yðar sest ekki fyrst við ef hann ætlar að reisa turn og reiknar kostnaðinn hvort hann eigi nóg til að ljúka verkinu. Ella má svo fara að hann leggi undirstöðu en fái ekki við lokið og allir sem það sjá taki að spotta hann og segja: þessi maður fór að byggja en gat ekki lokið. En hvaða konungur fer með hernaði gegn öðrum konungi og sest ekki fyrst við og ráðgast hvort honum sé fært að mæta með 10.000 þeim fer á móti honum með 20.000. Sé svo ekki, gerir hann menn á fund hans meðan hann enn langt undan og spyr friðarkosti. Þannig getur enginn yðar verið lærisveinn minn nema hann segi skilið við allt sem hann á. Saltið gott, en ef saltið sjálft dofnar, með hverju á þá að krydda það? Hvorki það hæft á tún né taðhug, því fleygt. Hver sem eyru hefur að heyra, hann heyri.